Góðan dag öllum, gleðilega hátíð. Við heilsum ykkur frá Keflavík, biðjum Drottins blessunar yfir ykkur og heimilin ykkar, þið sem eruð inn í salnum. Guð blessi ykkur og veri með ykkur og þakka ykkur fyrir að koma, þið sem að heima sittið. Ég ætla að biðja ykkur að vera tilbúin vegna þess að seinna í þessari athöfn, þá ætlum við að hafa brauðsbrotningu eða altarisgöngu og ef þið viljið vera með heima, hafið þá tilbúið hjá ykkur bara annarkvort tekeks sem þið getið brotið sem brauðið og þá vín eða saft því ráðið hvort það verður. En við ætlum að ganga sem söfnuður sameiginlega inn í minningarathöfn Drottinn okkar og frelsara Jesúm Krist. Áður en að við syngjum, þá ætla ég að gefa ykkur orð úr Jesaja 53, þar sem þetta er sagt: En drottni þóknaðist að kremja hann með harmkvælum. Það sem hann fórnaði sjálfum sér í sektarfórn, skyldi hann fá að líta afsprengi og lífa langa ævi og áformi drottins fyrir hans hönd framgengt verða. Þetta er kjarninn í föstudeginu langa. Það var mikið tilgangur og við skulum biðja fyrir því að þessi tilgangur hann komist til okkar. Við munum taka við honum, við munum eiga hlutdeild í honum og við vitum að það sem Drottinn gerði fyrir 2000 árum, það var hagnaður fyrir okkur. Svo skulum við lofa Drottinn saman og við byrjum að syngja sálminn Niður við krossin ég kraup og fann. Gjörðu svo vel. Skuld mína borga hans blóð.
upp á afskekktri hæð. Upp á afskekktri hæð rís við eldgamalt kross eins og ímynd af háði og sál. Og ég elska þann kross sem mitt einasta hnoss, því að einmitt hér fann ég mitt nafn. Og ég elska hinn eldgamla kross, því hér almættis kraft Guðs ég finn. Ég vil heyra þann heilaga kross, þar til himneskans veginn ég vil. Við hinn eldgamla kross ég veit aftur hvar leið, því Guðs elska hér dró mig til sín. Og þú Kristur minn Guð, hver þín kvölin var heit, þegar krossið þú varst vegna mín. Og ég elska hinn eldgamla kross, því hér almættis kraft Guðs ég vil. Vil ég heyra þann heilaga kross, þar til himneskans veginn ég vil. Við hinn eldgamla kross, við hinn blóðstekna bar, sé ég birtast Guðs fórnandi arm. Og þú eilífi Guð, með þinn útbreidda far, hér berst eðli þíns kærleika sál. Og ég elska hinn eldgamla kross, því hér almættis kraft Guðs ég finn. Ég vil heyra þann heilaga kross, þar til himneskans veginn ég vil. Þú hinn eldgamli kross, ert minn heiður og bros, og því heldur sem svo finn ég mig. Þú ert von mín og bjarg, mitt við ævinna rós. Þú ert gattinum grákaða raun. Og ég elska hinn eldgamla kross, því hér almættis kraft Guðs ég finn. Ég vil heyra þann heilaga kross, þar til himneskans veginn ég vil. Ég vil heyra þann heilaga kross,
Sálmur sem við vorum að syngja, hann var saminn 1915. Þá var faðir minn bara nýfæddur. Það var hermaður, hjálpræðishermaður í Chicago sem samdi þennan sálm og þetta eins og bara guðleg opinberun. Og fyrir bragðið þá var þetta mjög vinsæll sálmur og fór alveg eins og eldur í sinu öll Bandaríkin, Norður-Ameríku og víðar og komin hingað og við syngjum þetta eins og þetta sé heilagur sannleikur sem búin að vera í 2000 ár. Við eigum þennan arf, hvort þetta hjálpræðisher, hvítasunnumenn, þú eða ég. Og mér langar til þess að við lesum úr orði Guðs arf sem er frá því 1000 fyrir Krist. Þannig að við erum að tala 3000 ára gamalt orð. Og ég ætla að fara með ykkur í Davíðssálm 22. Biður ykkur að rísa á fætur og minnast þess sem að Drottinn hefur sagt. Ég les þetta nokkur vers úr Davíðssálmi 22 og byrja á því að lesa vers 15. Mér er hellt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnuð sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðnað sundur í brjósti mér, gómur minn er þurr sem brenduleir og tungan loðir föst í munni mér. Og í duft dauðans leggur þú mig því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Ég get talið öll mín bein. Þeir horfa á og hafa mig að augna gamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlut kyrtil minn. En þú, ó Drottinn, ver eigi fjarri. Þú styrkur minn, skunda mér til hjálpar. Frelsa líf mitt undan sverðinu og sál mína undan hundunum. Frelsa mig úr gini ljónsins frá hornum vísundarins. Ég ætla að segja amen hérna, en minn ykkur á upphaf sálmsins, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og þetta eru orð sem að rættust fyrir framan gyðingana og mér langar til þess að við tökum þessi orð og við leifum þeim að rætast í lífi okkar. Það eru margir með bænarefni. Þeir glíma við allskyns sjúkdóma og erfiðleika og þegar ég bið fyrir þig núna og við biðjum saman, þá getur þú lagt hönd þína á meini þitt eða mynd Guð á hvaða er í þínu líkama sem er ekki algjörlega samkvæmt því sem að þarf að vera. Og Guð mun leyfa orðu sínu rætast á þér. Við skulum biðja saman. Þakkar Jesús Kristur að í þínu nafni þá megum við minnast pínu og dauða þíns. Þú tókst á þig kvöl okkar, syndir og sjúkdóma. Fyrir þínar benjar eru við heilbrigðir samkvæmt því sem að Jesaja segir. Og nú þökkum við fyrir að við megum koma með þennan boðskap í gegnum miðlana og gegnum samfélagsmiðlana heim til fólksins og minna þig á bænarefnin og þarfirnar sem eru hjá okkur. Og Drottinn, nú leggjum við hendurnar okkar á þá staði sem að eru í líkama okkar og þurfa á snertingu þinni að halda. Þú veist hvort þetta er lifur eða lungu. Þú veist hvort við erum að glíma við krabbamein eða hvað annað. Þú veist Drottinn minn alla þá sjúkdóma sem herja á. En fyrir þína benjar eru við heilbrigð. Og við segjum í Jesú nafni frá Nasaret. Þá víki sjúkdómurinn og hollusta og heilbrigði komi inn. Megi friður og náð Drottins vera yfir og með þér og Guð gera sér dýrlegan með lækningu á þínu líkama. Í Jesú nafni. Amen. Heyri amen. Drottinn blessi okkur, svo höldum við áfram og við skulum einmitt syngja gæsku Drottins, goodness of God. I've been held in your hands from the moment that I wake up
till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Syngjum það saman. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, sing it with the summer. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful, oh Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ó, takk Jesus. Takk Halleluja. fyrir gæsku þín og góðvild, Drottinn. Takk Jesus. Takk Jesus. Hvað þú gerðir fyrir okkur á korsi. Takk Jesus. Að þú dóst fyrir okkar misgjörðir, heilagi Faðir. Halleluja. Takk Jesus.
Góður að þú gripir mig. Þjáður hvað einn syndan Kristur Jesús kom og hann snart mig og kvölin vék þá frá mér leið. Og hann snart mig. Hann snart mig, Og hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og hann gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið. Fögnuðinn og Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og lof sé þér nú er ég Guð þinn. Hann snart mig og hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig Og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið. Hvílík stund nú fann ég frelsið. Fögnuðinn og Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og lof sé þér nú Er ég
Samlegur. Já, við ætlum ekki beint að hafa predikun í dag, þetta svona samfélag til að minnast þess sem Jesús Kristur gerði fyrir okkur og við ætlum að lesa í raun og veru söguna úr Guðspjöllunum og við ætlum að byrja þar sem Jesús kemur saman með lærisveinum sínum á páskadag og það svo merkilegt að þetta öfugt hjá okkur nú á tímum. Við höldum páskana við köllum páskadag þegar Jesús reis upp en það var kallað páskar þegar í raun og veru þeir fóru út af Egyptalandi og það var 14. dagur Abíb mánaðar og í raun og veru var það dagurinn þegar Jesús neytti kvöldmáltíðar með lærisveinunum, það var páskadagur. En á páskum minnumst við líka upprisu Jesú Krists og það við getum reyndar kalla páskadaginn okkar upprisudag. En ég ætla að lesa frá Matteusi 26:26. Þá þeir mötuðust tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það, gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Og í Matteusi 26 lesum við áfram. Þá kemur Jesús með þeim til staðar heitir Getsemani og hann segir við lærisveinana, setjist hér og bíðið meðan ég fer og biðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonur Sebedeusar og nú setti að honum hrygð og angist. Hann segir við þá, sáli mín hrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur fram hjá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann kemur aftur til lærisveinana og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur, þér gátuð ekki vaka með mér eina stund. Vakið og biðjið að þér fallið ekki í freistni. Andinn reiðubúinn en holdið veikt. Aftur vék hann á brott í annað sinn og bað. Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þegar hann kom aftur fann hann þá enn sofandi, því drungi var á augum þeirra. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir í 3. sinn með sömu orðum og fyrr. Og hann kom til lærisveinana og sagði við þá, sofið þér enn og hvílist. Sjá, stundin komin og mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Markús 14:53. Nú færðu þeir Jesú til æðsta pressins. Þar komu saman allir æðstu prestarnir, öldungarnir og fræðimennir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt inn í garð æðsta pressins. Þar satt hann hjá þjónunum, vermdi sig við eldinn. Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báru ljúgvitni gegn honum, en framburði þeirra bar ekki saman. Þá stóðu nokkur upp og báru ljúgvitni gegn honum og sögðu, mér heyrðum að segja, ég mun brjóta musteri þetta sem með höndum gjört og reisa annað á 3 dögum sem ekki með höndum gjört. En ekki bar þeim heldur saman þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jesú, svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann þagði, svaraði engu. En spurði presturinn hann, ertu Kristur, sonur hins blessaða? Jesús sagði, ég sá og þér munu sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum himins. Þá reif æðstipresturinn klæði sín og sagði, hvað þurfum við framar votta við? Þér heyrðu guðlastið. Hvað lýstiður? Þeir dæmdu hann allir sekan.
Þeir dæmdu hann allir sekan og dauða verðan. Þá tóku sumir að hrækja á hann. Þeir huldu andlit hans, slógu hann með hnefunum og sögðu við hann spáðu. Eins börðu þjónarnir hann. Og hér förum við Jóhannes 19:16. Þeir tóku þá við Jesú og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Hauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra syndir hvorar handar. Jesús í miðið. Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hana á krossinn. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því staðurinn sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstuprestarnir og gyðingar við Pílatus: Skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: Ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði: Þar sem ég hef skrifað, hef ég skrifað. Og þá förum við aftur í Matteusar Guðspjall, 27. kafla og lesum frá 39. versinu. Þeir sem gengu fram hjá hættu hann, skóku höfuð sín og sögðu: Þú sem brýtur niður musteri og reisi það á 3 dögum, bjarga nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður á krossinum. Eins gjörðu æðstuprestarnir gys að honum, fræðumennirnir, öldungarnir og sögðu: Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels, stígi hann þá niður á krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði, nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki: Ég er sonur Guðs? Einnig ræningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Nón kallaði Jesús hárri röddu: Eli, Eli, lama sabakatini, það þýðir: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra þar stóðu, heyrðu þetta og sögðu: Hann kallar á Elía. Jafnskjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðavött, fyllti ediki, stakk á reirstab, gaf honum að drekka. Hinir sögðu: Sjáum til hvort Elía kemur að bjarga honum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu, gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterisins í 2 ofanfrá og niður úr. Jörðin skalf, björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar 100-höfðinginn og þeir sem með honum gættu Jesú sáu landskjálftan og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þá fyrir við í Jóhannes 19. kafla aftur frá 25. versi. En hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móður systir, María, kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesú sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína: Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin: Nú er hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomunað. Þá sagði hann til þess að ritningi rættist: Mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki. Þeir settu njarðarvött fylltan af ediki á ísópslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafði fengið edikið sagði hann: Það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuð sitt og gaf upp andan. Í 1. Korinthubréfi 11. kafla, 23. versi, þá komum við eiginlega að þar sem að við byrjuðum, því að hér er það Páll postuli sem talar. Hann segir: Því ég hef meðtekið frá drottni þar sem ég hef kennt yður. Nóttina sem drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð. Hann gjörði þakkir, braut það og sagði: Þetta er minn líkami sem er fyrir yður.
Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann á bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Og svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Amen. Faðir, við bara þökkum þér fyrir þitt blessaða heilaga góða orð. Þakka þér, Jesús, fyrir það sem þú gerðir fyrir mig. Amen. Våran misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans benjar við Við eigum lífið ættum, frelsi og frið. Fyrir blóðið sem rann á Golgata. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans benjar við Við eigum lífið ættum, frelsi og frið. Fyrir blóðið sem rann á
just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Oh, Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Tack Jesus. Við erum þá komin að þeim liði í þessari samkomu og útsendingu að fá að brjóta brauðið með ykkur. Hann endaði ritningalesturinn hann Kitty með því að rifja upp það sem að frumkirkjan gerði og greintir frá í 1. Korinthubréfi 11 segi ég. Og Páll postuli hann notar þetta orð til þess að tengja sig við krossdauða Jesú. Páll var ekki viðstaddur síðustu kvöldmáltíðina en hann fékk að sjá þetta í anda og ég ætla að taka orð frá Páli postula úr 10. kapitulanum og það snertir mig svolítið. Mér finnst þetta svo sterkt atriði. Nú þú heima, þú hefur glas eða bikar og brauð fyrir fram að þig. Við erum með þetta hérna á píanóinu og þá ætlum við að gera þannig að við ætlum að rifja upp. Tökum þetta orð sem að við byggjum á. Þetta orð sem segir okkur svo vel í 10. kapitula 1. Korinthubréfs, 16. vers. Þar segir Páll þetta við okkur. Sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélag blóð Krists og brauðið sem við brjótum, það ekki samfélag líkama Krists. Og takið þetta hvernig Páll setur þetta fram fyrir okkur. Þetta bikar blessunarinnar. En á öðrum stöðum í Biblíunni þá þetta líka kallaður bikar bölvunarinnar. Það var bikarinn sem Jesús Kristur tók af og drakk. Hann tók bölvunina á sig og skildi blessunina eftir. Og því það svo merkilegt hjá okkur að bölvunin hún lenti öll á Jesú Kristi og allt það neikvæða, hörmungarnar, sjúkdómarnir, pyntingarnar og svo framvegis, hvað af öðru, það varð að blessun, friðþægingu, lækningu og hjálp fyrir þig og mig. Þess vegna segi ég við erum komin saman til þess að neyta af bikar blessunarinnar. Þú heima, við hér. Og við skulum byrja núna á því, ég ætla að fá Kitta og Dísu til að taka brauðið og bikarinn og koma hérna fram og við skulum blessa þetta og svo bera þau þetta út. Þegar við erum búin að biðja þessara bænar og blessa, þá verður þú tilbúin heima og við neytum þessa sameiginlega. Lóðu mér að stýra því svona í gegnum kerfið. Gjörðu svo vel að þið standi hér. Dísa minn, blessaðu brauðið og Kitti blessa svo bikarinn. Þakkaði fyrir líkama þinn sem þú gafst fyrir okkur. Þakkaði fyrir að vegna þinna benja við heilbrigð í dag í Jesú nafni. Róttum við þökkum fyrir sáttmálablóðið. Þakkaði fyrir að það rann fyrir okkur og þakkaði fyrir að við eigum nýjan sáttmála með þér, Jesús, sonur Guðs. Amen. Og Páll postuli hann segir við okkur, alveg eins og Jesús sagði, takið etið, þetta líkami minn. Takið í brauðið til ykkar núna. Gjör svo vel Dísa minn og verðið þetta út. Svo sagði hann bikarinn, hann blessaði hann og sagði, drekkið af honum allir. Þetta blóð hins nýja sáttmála sem úttalt fyrir yður til synda fyrirgefningar. Hafið þetta svo í höndum ykkar, stöndum síðan upp og neytum þessa saman.
á fætur. Og við byrjum á brauðinu. Takið etið, þetta er líkaminn minn. Drekja á allir. Þetta er blóð hins nýja sáttmála sem út af þér fyrir yður til syndafyrirgefningar. Gjör þetta í Drottins minningu. Amen. Takk Jesús. Og þakka þér elskaði Jesús að í þínu nafni þá megum við hafa þessa litlu athöfn hönd. Við munum gera þetta í þína minningu og við munum segja við þig leið, Drottinn, ég er hluti af þér. Ég á loforð þín og fyrirheit, ég á lækningu þína og ég á blessun. Ég á eilíft líf, Drottinn minn, fyrir það sem þú gerðir fyrir mig. Takk elskaði Herra að þú hjálpa mig til þess að varðveita sáttmála Nýja testamentisins í kærleika, til bræðra, til systra, jafnvel til óvina. Drottinn, þú varðveitir okkur í því að kærleikurinn fái að vera yfirgnæfandi afl og persónuleiki í okkar lífi. Tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji í Jesú nafni. Amen. Nú er þessari litlu athöfn hjá okkur lokið og við ætlum ekki að streyma meira, en þið sem eru hér, við stöldrum aðeins við. Mér langar til þess að við getum beðið saman einnar bænar og við eigum því láni að fagna að fá að bjóða